hafi ekki verið alltaf mismunandi kynslóðir sem ala þá af sér aðra kynslóð. Var ekki á hippatímanum, var þeim ekki blótað og börnin þeirra eru bara einhver blómabörn sem yrði ekkert úr og maður afkomandi svona, já, mamma og pabbi eru svona næstíðu blómabörn, skilur og en er þetta ekki alltaf áskorun hjá okkur að takast á við þá kynslóð sem að koma upp hverju sinni og mismunandi kynslóðir og aftur að vitna í blómabörnin, hvað er þetta þá 70 kynslóðin? Já, 68, 70 sem að eru úlingar og hálffullorðnir þarna og allt í blóma og friður allstaðar og hvað ætli foreldrar þeirra hafi sagt sín börn, skilur, alast þarna upp. Ég held að það sé einhverju leyti rétt hjá þér, en ég held aftur á móti að síminn og svona vinnusiðferði hafi hrakað og maður heyrir í stjórnendum sem að telja bara síðastliðin svona 5 ár að þá hefur þetta verið augljóslega breyting og við sjáum lífskjörum hraka og hlutinir eru að verða verri og kannski þurfum við það bara til þess að maður kannski sjá aðeins svona hertari einstaklinga út af því að núna að þá erum við alltaf að berjast fyrir hærri launum, fyrir minni vinnu og að það sé einhvern veginn mannréttindi að líða vel allan daginn. Þakka þér kærlega fyrir að hlusta á þennan stutta bút. Þú getur nálgast þennan þátt og allt efni hlaðvarpsins Ein Pæling á pardus.is/ein pæling.